Góðan daginn og velkomin. Verslunarmannahelgin í liðin svona síðasta dagur hennar og hvar varstu verslunarmannahelgina? Þetta ekki. En sjálfur fór ég nú ekkert. Ætlaði nú að fara upp í kirkjuleikakot og kannaði málið en svo veðrið svo leiðilegt að ég eiginlega bara nennti ekki að standa í því og ég held ég hafi nú gert alveg rétt því að það var virkilegt leiðinda veður. Þannig að ekki á allt kosið. En það engin heimsendir þó maður get ekki farið þar sem maður kannski var svona búinn að plana að fara. Það kemur dagar eftir þennan dag og þessi dagur sýnist mér allar nú að vera bara nokkuð góður og þetta voru svo sem ágætir dagar þó ekki hafi maður nú komist þangað sem að maður kannski hugsanlega hefði gert og hef nú verið þarna síðustu ár allavega á laugardeginum og ætla að gera eins í þetta skiptið en að því varð ekki vegna aðstæðna sem maður ræður ekki við alltaf. Hvað það? Maður þóra Guðsorði í dag sem við viljum nú velta eitthvað smávegis fyrir okkur og Guðsorð bara klassískt viðfangsefni og verður klassískt viðfangsefni manna og kvenna eftir að trúin komin til skjalanna. Þetta byrjar allt með því að þú fékkst heilagan anda og vissir að það var til Guð. Þá hófst nú þetta ferli allt saman og það varir svo lengi sem þú lifir, það að segja að þú leyfir trúnni að vaxa á hverjum degi og lifa með þér og í þér, en því ræður þú allur sjálfur. Þannig að enginn þarf að ganga af trúnni, það bara mikil mistök fyrir mann og konu sem er í þeim pælingum. Hvers vegna ganga menn á trúnni, hvers vegna gera menn ekki alltaf það sem er rétt, ég veit ekki það en það er líklega vegna þess að maðurinn bara veiklundu manneskja og svona mikil tilfinning að vera og lætur þær átt stjórna sér og stýra á gangi lífsins. Að vera undir tilfinningum og við erum nú all þar ekki alltaf merkt sérstakri skynsemi eða heigni en svona maðurinn, hann bara þarna en hann getur alveg farið annan veg, hann getur lært, hann getur meðtekið það sem betra og það einmitt það sem við erum að gera hér, við erum að hvetja menn til þess að meðtaka Guðs orð og leyfa því bara að stýra sér og stjórna það sem eftir, já, og meðan við erum enn lifandi. Og við erum lifandi í dag og við ætlum að sækja orð Guðs í dag og vera undir handleiðslu lifandi uppreisins Jesú að því hann býður okkur að vera það. Hann uppreisinn, hann lifandi, hann ekki einhver stafur og bók og punktur á eftir, nei, hann lifandi og áþreifanlegur fyrir manni og konu sem á til trú og í trúnni verður hann áþreifanlegur og ekki lengur eitthvað bara sem í gröfinni. Þetta nú munurinn á því að vera trúuð manneskja og eiga heilagan anda í sér og vera ekki trúuð manneskja og eiga ekki í sér heilagan anda. En þetta gjöf frá Drottni til mín og ég þakka honum óendanlega þetta fyrir þessa gjöf og hef reynt að nýta hana, já, sjálfum mér og honum til gagns og það gagn á okkur þegar við göngum fram í okkar trú og hvenær göngum við fram í okkar trú nema þegar við erum að benda öðru fólki á við það sem við eigum auðvitað og svo á Jesús sem gaf okkur trúna og okkar líf í dag og ekkert minna heldur en það. Þú gerir ekkert göfugara og gaglara verk heldur en þetta en þú ert náttúrulega ekkert í einhverju rökræðum við heiminn þessi mál því að hann bara myndi fara að rífast við þig. Og það eðlilegt að hann rífist við því hann veit ekkert í raun og veru hvað þú ert að tala. Hann á ekki þessa þekkingu til sem þú átt til og því ekkert á sama báti og þú og já, sama andartaki en hann á ekki það sama og getur ekki séð eins og þú sér það
vegna þess að þú ert með þetta sem þarf til þess að sjá trúna eins og hún er. Og þú, vegna þess að þú þekkir hana, trúna, að þá mærir þú hana þess vegna við hvern sem er, þú mærir hana allavega við sjálfa þig og segir og hvetur þig áfram með því að þú viljir ekkert breyta. Þetta er að ganga fram í heilsteyptri trú og menn ráða alveg sjálfur hvort þeir geri það ekki. Ég fekk trú og ég hef leyft Drottni að rækta hann upp í mér og rótfesta mína trú. Hvað þú gerir veit ég ekki. En þetta er það sem að ég og þú og við eigum að hvetja hvort aðra með. Það er sem sagt að við séum þetta trúaða fólk hér og nú og leyfum því Drottni bara að vera Guð í okkar lífi. Er það hægt? Það er alveg vel hægt og þessi menn eru við þetta eftir áratugi. Þeir hafa gert þetta, ekki bara endurum og sinnum. Þeir hafa gert þetta á hverjum degi. Þeir eru dánir sjálfum sér og Drottinn hefur reist það upp í sér, já í sínu nafni og þetta er fólki sem er starfandi í Jesú nafni. Þú veist ekkert endilega það, en Drottinn veit hvað hans fólk er að gera því hann er allt í öllu og allstaðar og getur því alveg tekið undir þetta sem að til að mynda þessi maður er að segja og ég veit að hann gerir það. En hvar þú ert, ég veit ekki það því að ég er ekki þú og ég vil bara trúa því og hvetja þig þá til þess að vera þessi daglega trúaða manneskja vegna þess að ef einn getur það þá getur þú það líka. Annað er síðan hvað þú gerir. Það er ekki nokkulega að stjórna því, að ráða því og ekki nokkurs manns valdi að gera heldur. Ég er frjálsmaður, Drottni fæddi mig sem frjálsan mann. Hann sjálfur tekur ekki fram í fyrir hendurnar og mér með neinum hætti, aldrei. Og akkur á ég þá er eitthvað að reyna að taka fram í fyrir hendurnar og þér. Ef að þú ert búin að ákveða eitthvað sem þú ætlar að gera, þá bara gerir þú það. Ég bið bara það að það sé bara eitthvað sem að Drottinn hefur setti í og attir út í. En hvort að sé það, bara veit ég ekkert En þú átt til trú og þú getur alltaf látið hana bara rétt eins og ég leiðbeina þig. Og þú leitar í faðm trúarinnar ef þú ert í einhverjum vafa og þegar þú leitar í faðm trúarinnar þá ert í raun að hrópa til Jesú eitthvað svar sem þú þarft að fá vegna þess að þú ert svona á einhverjum krossgötum, við erum oft á krossgötum og hann vil leiða þig áfram, já, þá leið sem að hann vill fara, sem er líklega bara beint áfram. Við veitum að krossgötur eru, já, beint áfram og svo kvíslast þær í sitt hvor áttinni út frá vegslóðinni. Það eru krossgötur. Og beini vegurinn er framundan. Til vinstri getur verið hvað sem er, til hægri getur og verið hvað sem er. En þú sem þekki Krist, veist að framundan er eitthvað sem Drottinn er með fyrir þig. Þannig að þú þarft ekkert að láta einhverja krossgötur vefjast fyrir þér. Þú segir bara, ok, þær eru hérna, ég ætla samt að halda áfram. Því að það er leiðin sem Drottinn hefur gefið mér. Þannig að við getum verið með trúna okkar mjög einfalda. Og við erum með hana mjög einfalda og erum ekki fólki sem erum að láta eitt og annað vefjast fyrir okkur svo mjög. En auðvitað lendum við á alls konar stöðum og það kemur upp í lífinu eitthvað sem vekur okkur efa og svona og við spyrjum okkur jafnvel þeirra heimskulegu spurningar til hvers eru að þessu. Sem er auðvitað ekkert annað en heimskuleg spurning því að hvernig sem þú tekur trúniðinni og hvernig sem þér líður í dag að því að vera trúuð manneskja þá ertu nú samt á beinubrautinni. Þannig að vera með einhverja heimskulega spurningar til hvers er ég að þessu og hvaða gagn hefur verið að þessu er náttúrulega bara út í bláin. Það er víst gagn af því að vera trúuð manneskja. Þú sért ekkert nema þessi trúaða manneskja og trúaðri manneskju í raun og veru fylgir alltaf einhver verk. Þú kannski vildir sjá einhver önnur verk. En það er vegna þess, og líklega vegna þess að þá ertu ekki mjög hrifinn eða sáttur við hlutskiptið þitt í Jesú nafni. Og þá þarft þú að þykja kennslu úr honum
sem segir við þig, rétt eins og segir við mig, hei, ég setti þetta upp í hendurnar á þér. Og ég vil að þú ræktir þetta sem að ég leti fá og sért bara sáttur við það. Og hann kemur okkur alltaf aftur niður á jörðina, það maður búinn að sjá aftur og ítrekka það Þannig að við þurfum ekkert að óttast neitt það að eitthvað trúin sé eitthvað að sveiflast til og hún gerir það sjálfsagt hjá okkur öllum en hún getur líka skotið dýpri rótum. Það svona það sem akkurinn í á trúagöngunni að bara með því að hrópa nafnið Jesús þá trúin raun og vera að skjóta aðeins dýpri rótum. Þannig að það mjög einfalt í sjálfu sér að vera þessi trúið manneskja en maður verður að horfa rétt á hana. Og þú sér það að þegar þú hrópar þetta nafn Jesús, svo gerir í hjartanu þínu eða með munni þínum, þá ertu að hrópa í rétta átt. Og það getur aldrei leitt til neins nema þess að út úr því komi eitthvað gott fyrir þig og þína trú. Því að þú og þín trú þurfa og eiga að starfa saman. En þarna getur alveg orðið aðskilnaður, aukimenningi að sér og ekki á varðbergi og þá fara þessi tök að ganga í sundur. Og það ekki gott. Það betra að þið gangi betur saman og verði svo alveg þétt saman. Þannig vill Drottinn að trúin mín sé og ég ræði öllum það hvort hún verði það og svona þáttur til að mynda, hann hvetur okkur í þessa átt. Og svo getur farið, ef allt virkar eins og það á að virka, þetta verður bara þú og Jesús saman hér og nú alla daga, allt árið. Og það mjög góð býtti og losar okkur undan alls konar pælingum og hugmyndum að gera þetta og gera hitt og fara út í þetta og fara út í hitt og svo ruglar það bara okkur í rýminu svo verður aldrei neitt neinu og það ekki það sem Drottinn að kalla okkur til að verður aldrei neitt neinu. Þess vegna kemur hann bara með plan fyrir þig og mig og okkur sem hann fyrst og fremst veit að við völdum. Hann leitur ekkert upp í hendurnar á okkur sem við völdum ekki og svo meira hann með okkur í þessu og sér til þess að það sem þú fékkst upp í hendurnar, það verður þér og mörgum öðrum blessun líka. Þannig hugsa Drottinn alltaf köllun mann og kvenna að hún sé viðkomandi blessun og mörgum öðrum einnig. Þetta hefur svona, fjölföldunar áhrif þegar Kristur annars vegar og það bara í eðli hans að starfa með þessum hætti og hann horfir ekkert í mannin sem slíkan, hann náttúrulega bara eins og hann Hann getur notað hann sem sitt verkfæri fyrir trúna sem hann gaf honum. Sjáðu hvernig röðunin Það alltaf hann fyrst. Hann gefur trúna og svo gefur hann verkin og sér til þess að verkin sem hann gaf þér og mér og okkur honum til þægilegs ilms. Þannig þú sér að Drottinn vill fá að vera með í verkinu og með þér alla daga. Og þetta segir mér það að ég þarf að vera trúaður bara í andartakinu. Og andartakið alltaf núna. Andartakið í gær fór í gær, en núna nýtt andartak sem þú getur ræktað trúnaðina á og það það sem Kristur vill, hér og nú. Þannig þú sér að þetta mál ekkert flókið. Þetta mjög einfalt mál og þetta gott mál að ígrunda. Þannig að ef þú bara með þetta einfalda form, þá eru flækjustigin eiginlega útilokuð og það þannig sem við viljum að þetta sé, að flækjustigin séu eiginlega útilokuð. Þess vegna reynum við að gera þetta allt rétt, við gerum meira, við gerum þetta rétt og getum alveg gert þetta rétt, því að við höfum Drottinn okkur til halds og traust, við höfum orð Drottins okkur til halds og traust og hann hvetur okkur til þess að lesa daglega í sínu orði og biðja daglega og vera í þessu daglega samfélagi við sig. En við aftur á móti þurfum að venja okkur við að vera þarna. Ég veit að það getur togað svo margt í menn og menn eru svona upp og niður í hvað sína trú varðar en sumir eru rótfastari öðrum og svo komið með sumt fólk að það ljáir ekki máls á neinu öðru en bara vera það sem Kristur þetta mögulegt? Þetta vel mögulegt. Alveg eins og þú veist og ég veit og við vitum, þá veljum við sjálf hvar við erum.
Ég vil vera hjá Kristi. Ég vil þjóna Kristi daglega. Ég vil gera það sem Drottinn að hvetja mig og kalla mig til að gera og gera það bara hér og nú. Þannig að það eiginlega ekkert sem togar neitt í mig þannig séð svona fyrir utan. Og ég langt síðan ég hætti að vera það. Jú, það hefði verið gaman að fara á þetta kotmót sem ég hef gert undanfarin árin. En það verður víst ekki við það komið í þetta skiptið og það kemur dagur eftir þennan dag og ef Guð vill og veður þannig og ég í lagi að þá kannski bara fer ég ári liðnu austur. Þannig að það engin heimsendir þó að þetta hafi ekki gerst núna. Drottinn nú samt þar sem ég og ég get lofað hann bara þar sem ég og geri þetta og þú líka, trúi ég. Þannig að við erum öll á sléttum sjó þannig séð en stundum ruggar aðeins og þá bara tökum við rugginni og vinnum með það og svo sléttist aftur sjórinn. Þannig til að mynda fyrir líf sjómannsins þetta, það ruggar og svo slétt á milli og það allavega þægilegra að vera á borð þegar ekki ruggar. Eins og sjómenn þekkja. Hvort sem ruggar eða ruggar ekki þá sluppum við nú heil í gegnum þetta allt saman og þannig við trúna sem að rugga stundum og steypi stömpum allt saman það en við lifðum það nú allt saman af og hvað gerðist? Margt gott. Þegar við erum konir í gegnum þetta rugg og vagg og veltu þá erum við yfirleitt styrkari í okkar trú en áður var. Þannig að Drottinn gerir ýmislegt til þess að byggja undir trúna og hann gerir það með svona einhverjum átökum. Kannski okkur finnst það ekki skemmtilegt en við látum okkur samt hafa það og svo náttúrulega kemur reynslan inn í það og þú notfærið þér hana og segir að hingað til hafi þetta nú byggt mann upp. Þetta gerir reynslan að þú leyfðir reynsluna að koma til þín. Sumra siður að hlaupa undan erfiðri reynslu sem segir okkur það að reynslan fékk aldrei að koma og verða þetta gagn sem að reynslu ætlað að hafa á mitt líf og þitt líf. Þannig við sjáum að við ráðum öllu hver staðan í dag. Eftir áratuga segjum trúargöngu eftir áratugi frá því að þú frelsaði segjum það að vera ekki með neina reynslu af trúnni, almennilega reynslu ennþá svona flöktandi eins og fugl sem flýgur á milli greina að það ekki hlutskipti á ekki að vera hlutskipti hins trúaða manns. En sjálfsagt hlutskipti einhverja vegna þess að við erum bara svo misjöfn. Sumir eru staðfastir og sumum gefið bara rótfasta trú, bara strax, en öðrum einhvern veginn, aðrir hafi aldrei leyft sinni trú að rótfestast. Vegna þess að hugurinn náttúrulega villidýr og hjartað upphugsar alls konar hugsanir eitt og annað sem væri gaman að gera og víst gaman að gera margt, en ekki allt sem byggir upp trúna eða styrkir trúna sem kannski erfiðar að mála eiga við. Og þess vegna verðum við að aga okkur undir orð Guðs, aga okkur undir að taka okkur orð Guðs í hönd og svo lærum við það smátt og smátt og kannski sumir strax að þetta það sem við gerum daglega. Og það besta sem ég geri það að taka á mér orð Guðs í hönd áður en ég geri neitt annað. Og þetta hef ég gert síðustu 25-6 ári þegar ég sneri baki við þessum almenna atvinnumarkaði og steig inn í kirkjuna, eins og ég segi. Þá var þetta hlutskipti mitt og þá sem sagt, byrjaði þetta líf, þetta agaða líf í Jesú nafni og mér finnst það bara mjög gott og ég sé ekki eftir sekundu sem að ég varið þar og ég vona fyrir þig og það sem þú ert að gera að sama gildi þig en ég veit ekkert það. En ég veit bara að sumir taka þess ekki þannig og sumir beinlínis gefast upp á trúargöngunni sem maður reyndar skilur ekki. En ég ekki aðrir eins og ég var að segja. En það hefur ennþá allavega ekki hvarflað að mér að fara þessa leið og ég þakka Guði þetta fyrir það. Og
Og það bara vegna þess að hver dagur bara dagur með Guði. Svo þetta þessi einfalda trú sem Drottinn vill gefa mér og þér. Þannig að það eru engin flækjustig hjá mér. Og menn auðvitað afsaka sig á því að þeir þurfa að gera þetta og sinna þessu og hinnu og þeir eru ekki einir. En þú getur samt alveg átt þinn Guð, prívat Guð, þú sért ekki einn. Ég veit að sumt fólk fjölskyldufólk og þarf auðvitað að sinna sinni fjölskyldu og sinna sínu börnum allt saman það, en þó að þetta allt sé inni, þá getur samt átt lifandi samfélag við Guð og stöðugt og gott samfélag við Guð. En þú sinnir þessu verkum því að þannig það nú líka að hvert og eitt okkar að sinna alveg fjölmörgum verkum. Þó þeir séu ekki uppalandur eða neitt slíkt, þá sinna þeir samt alveg fjöldanum öllum að verkum og gera það samlega og rækja sitt starf þar vel. En þeir eru alltaf þetta trúaða fólk sem gengur þá með þessu öllu hinu sem þeir eru að gera og það eru góð býti, það eru bestu býtin sem að manneskja getur fengið. Þannig að þessu lífi vel hægt að lifa. Og þá trúin sem orðin partur og hluti af öllu öðru sem þú ert að gera sem lítur að vera keppikefli hvers trúaðs manns. En það gerist ekki ef menn taki ekki þessa stefnu og svona vilja þetta fyrir sig. Þeir eru dánir heiminum, þeir korta nú að því margir, en eru svo ekki dánir heiminum og þeir eru bara, þannig séð inn í þessum heimi bara svo vantrúin oft á tíðum. Það verður nú að lifa lífinu, segja menn, og þú mátt alveg lifa lífinu. Ég lifi mínu lífi bara með Guði og það mjög gott líf sem að maður lifir með þeim hætti. Ég ekki að segja hvernig þú átt að gera þetta, ég aðeins að benda á það að trúin þarf alltaf að vera númer 1 hjá okkur og við þurfum að fóðra hana á hverjum degi, næra hana á hverjum degi og við vitum alveg hvernig við nærum okkar trú. Það í tilbeiðslunni til lifandi Guðs, lifandi hins upprisna Jesú Krist. Og við vitum alveg hvað við höfum að gera til þess að þetta allt saman haldist við og meira vaxi. Við biðjum, við lesum, við stúturum orðið og við erum þar líka. Og látum ekki dag líða þar sem við erum ekki að einhverju leyti að ígrunda þessi mál. Það með þessum hætti sem að trúin vex og þú verður þessi heilsteytta manneskja sem ræturnar eru langt sokknar ofan í jörðinu og þú ekki að fara neitt. En ert allsæll bara við það sem þú ert að gera hér og nú og biður ekki neitt þannig séð. Þú biður ekki neitt að því þú veist að Guð skaffar það sem þarf. Og þess vegna lítur í kringu þú sér þú hefur allsnægti. Þú hefur allt sem þú þarft að hafa til þess til að mynda að vinna verk Drottins, en ef þú byrjaðir aldrei á því, hófst aldrei handa við það sem þú veist að þér köllun, þá náttúrulega hefur aldrei neitt gerst. Þannig við þurfum að rísa á fætur, bretta upp ermar og hefjast handa við það sem Drottinn ætlaði okkur alltaf að gera. Og ef þú gerir það ekki fyrir þína parta, þá get ég nú víst ekki gert það fyrir þig. En ég get hins vegar hvatt þig til dáða og meiri guðlegra verka og það ég alveg til í að gera. En þína köllun, ég get aldrei gengið inn í hana sem slíka, þú þarft að sinna henni. Bara eins og ég sinni þessari köllun minni sem að þú getur aldrei gert. Ekki svo skilja að þú sért eitthvað slakari guðsmaður heldur en ég, en ég þessi einstaklingur. Og Guð gaf þessum einstaklingi þessa náðargjöf að tala eins og hann talaði. Þannig að þú getur aldrei talað eins og ég tala og svo fyrir utan það að þá næ ég til einhverja vissara mann og kvenna sem að erfiðar væri fyrir þig að ná til vegna þess að við erum ekki sami einstaklingurinn. Það er ekkert verið að tala verri mann eða betri mann. Þetta er bara skipulagi á Drottni, það er þetta og hann veit til hvers maður kallaður og til að mynda í þessu tilviki að gera þetta. Og tala til einhvers viss hópsmanna og kvenna sem að meðtaka þennan boðskap.
Og þannig það líka með einstakling að þessi einstaklingur nær betur til þessa hóps heldur en annar einstaklingur til sama hóps. En þessi einstaklingur sem nær ekki vel til þessa hóps nær alveg prýðilegu samband við hópinn sem að Drottinn hefur sett upp í kringum hann. Og þannig þetta. Og þannig vex trúin fyrir munn margra sem eiga til trú og að sinna sinni trú og sinni köllun og vita hvers vegna þeir eru að þessu. Þeir vita að þeir eru fyrst og fremst að gera vilja Guðs með því sem þeir gera og vita að kennslan frá þeim, hún gengur í þennan hóp. Hver þessi hópur? Ég veit ekkert það. En hann þarna og eitthvað sem Drottinn hefur stillt upp. Ég þarf ekkert að vita það. Ég bara vinn á þessu vettvangi og þetta mikið á netinu. Þannig ég veit ekkert hverjir að horfa. Og þarf ég sjálfur sér ekkert að vita það því að ég veit bara Drottinn vill að ég vinni þetta verk og ég hef sinnt í reglusamlega og með þá trú fastmótað í mínu hjarta að það sé gagn af þessu. Þannig að það langt síðan og ég held ég að ég hef nú aldrei farið niður í það og að vera eitthvað þannig sem að efast árangurinn af þessu. Ég hef alltaf vita að hann einhver, en hve mikill veit ég ekki vegna þess að þetta þannig starf að það erfitt að eiga við og skiptir í sjálfu sér engu máli, en þú getur alveg trúað því að hann einhver. Og þú getur meira að trúa því að hann sé mikill. Þegar við erum að þjóna stórum Guði sem veit alveg hvað þarf til þess að byggja mann og annan upp. Og það væri mjög einkennileg staða með allt sem í dag. Við erum með internetið og allt þetta dæmi og við veitum að obbi manna orðið þar, bara allur heimurinn orðið þar. Og það væri mjög einkennileg staða ef að Drottinn væri ekki með sitt fólk einnig þar. Með þess vegna nýja þætti í hverju viku og jafnvel nýjan þátt á hverjum einasta degi ef út í það færi, sem væri sjálfu sér létt verk að gera því að hagi aðstæður manna þannig til að þeir þurfa bara að fara inn í annað herbyggi til að mynda heima á sig. Þá geta þess vegna verið að senda út bein og þess vegna, já, hverjum degi, ef þeir vildu það. Og ég nokkuð viss það að fjöldi manns gerir þetta þó að ég þekki ekki til þess og hafi reyndar ekki gert þetta sjálfur. Ég var svona þá bara, já, svona aukreitis. En þennan þátt ég búinn að vera með all lengi, all mörg ár og jafnvel áratug, ég veit ekki hvernig ég byrjaði á þessu. Og þú sér að hann ennþá í loftinu að vinna sama verk hann hefur alltaf gert. Tala Guðs orð, hvetja menn að ákveðnu borði, veisluborði Drottins, og eta kræsingarnar sem þar og það góðmeti sem hann að bjóða fram á hverjum degi. Hann ekkert stundum með alveg svoleiðis svakalega veislu og svo stundum eitthvað uppbitað dæmi. Við erum með það stundum, við tökum matarafgangana og nýtum þá og hendum á pönnu og svona steikjum þetta aðeins og svo etum við það sem við eldum kannski í fyrradag eða Guð má vita hvenær við gerðum það. Ekkert við þetta athuga en Drottinn ekki þar. Hann ber fram fyrir þig nýja fæðu á hverjum degi. Þannig að þú ert að hlusta núna á nýja ræðu sem aldrei hefur flutt áður og nýjar áherslu sem að þú hefur kannski aldrei, heyrt kannski en svona ekki lengi velt fyrir þér núna allt í einu vaknar eitthvað sem hér sagt og þú ferð að pæla í því. Þannig Guð. Að þú allt í einu vaknar upp og ferð að pæla í þessu og hinu vegna þess að einhver kom með það til þín og stundum náttúrulega og kannski oftast það bara þannig að Drottinn gerir þetta bara sjálfur beint og þú ferð allt í einu að hugsa einhverja Guðsleiðir sem þú varst ekkert að pæla neitt í og jafnvel fékkstu opinberun yfir og það alltaf mjög stór stund fyrir mannesku, trúað mannesku þegar hún fær opinberun. Og ég held strangt til tekið þá gleymir maður þeirri opinberun nú ekki svo glatt. Ekki svo að skilja að þú sért að rifja það eða velta því fyrir þér lengi en
en hún komin og drottinn getur alveg kallað hana fram og maður oft rekið svo það að einhverju opinberu sem maður fekk fyrir margt löngu og ekkert að pæla í, allt í einu komið fram aftur og þú aftur farin að velta henni fyrir þér. Þetta drottinn bara að minnast þig á og mig á hver hann Hann gerir þetta í deginum og núna nýr dagur sem við veitum ekki hvað drottinn ætlar að gera í. Þú heyrir bara andartækið og ert inn í andartækinu og þú heyrir eitthvað Guðs orð sem jafnvel gengur með þér þar sem þú átt eftir ólifa. Svona orð Guðs, svona Guð. Þannig að það þarf ekki að kvarta neitt undan honum, en kannski finnst okkur það var nú enn einu sinni að fara í messu. Það náttúrulega ekkert annað en væl bara og kvart. Og það nú eitt af því sem að drottinn vill lækna okkur af, það þetta kvart sem einkennir okkur svo mörg. Og það svo oft stutt í þetta kvart og þetta nöldur og þetta ekkert annað af neinu öðru heldur en bara biturleika í hjartanu. Þannig við rekjum allt svona til þessara atvika og það getur komið af þanganum sem í gangi hér og nú. Þarna við drottinn líka koma inn í, lækna hann, þannig að þanginn sé oftar guðlegri en ekki. Og þú ræður þessu öllu sjálfur og sjálf, hvernig ásigkomulagið þitt hvað þetta varðar, en þetta byrjar allt saman með einhverju þanga sem að eitrar þig allan, sé hann ekki stoppaður. Hver ætlar að stoppa? Það getur það enginn nema þú. Fyrir utan það, þetta veit enginn þinn þanga nema þú. Frekar að þú veistu minn þanga, en ég veit það. Og hve oft hefur maður ekki ráðist gegn sínum eigin þanga, að þegar maður hefur þá reynslu af því að fáið þetta að grassera mofa, þá verður þetta manni ekki til neins góðs. Og maður náttúrulega á að lifa því lífi sem verður manni til meira góðs en slæms. Eins og við vorum að tala þá, við ráðum þessu öllu. Og nú góður dagur í dag og fríhelgi verslunarmanna helgarinnar svona senn á enda og allt saman það, öllu líkur þessu nú. En þú getur alveg byggt upp þitt hjarta þó að sé verslunarmanna ekki. Þú getur ennþá lofa Guð þó að sé verslunarmanna ekki. Eins og vorum að tala við ráðum þessu allt sjálf og hvað viljum við? Ég veit auðvitað alveg ég þykist vita hvað trúaður maður vill. Hann vill í hjarta sínu þjóna Guði og þjóna honum vel og dyggilega, en áhaldum hvort hann gerir það, eins dyggilega og hann vildi. Og af hverju fer hann þá ekki út í þá sálma með sig sjálfan að þjálfa sig upp í það að gera þetta dyggilega og vera svolítið svona, gera þetta sjálfan sér svolítið kært verk. Sumir gera það og þetta það trúaða fólk sem við jafnvel horfum til. Þannig við getum alveg orðið eins og þetta fólk, en við þurfum þá að vita hvernig það gerði það. Já, það tók sér taki. Það næsta víst að þetta verður með þeim hætti að það tekur sér taki. Það vill bæta sig og við viljum öllu þetta bæta okkur. En hvað gerum við til að þessi bæting verði okkar lífstíl? Það svona áhöld það. Því að sumir bara vilja, og allir vilja þetta, en hvað verður úr verki? Það hin spurningin. En núna getur þú, ef þú vilt, látið verða af þessu verki og bara hafist handa við að bæta þitt líf, hvað trúna varðar, og ganga í sjálfa þig, hvað hana varðar, og drottinn byrjar að byggja þig upp, já eins og hann vildi alltaf byggja þig upp, að þú varst kannski að slást við því að þú vildir annað, en hann var búinn að ákveða þetta og það verður. Þú getur hins vegar snúið frá þinni leið og farið yfir á hans leið og þá ertu komin á staðinn þar sem hann byggir þig upp sem að þú kallaður og kallar til og það það sem þú vilt. Því að þar liggur blessunin, ekki í mínum og þínum pælingum eitthvað sem ég langar alveg rosalega til að gera. Og svo annað, drottinn góður, að það tími fyrir allt. Leitaðu fyrst ríkis Guðs og réttlætis, þá mun þér veitast þetta ekki og það geta verið
einhverja pælingar sem þú átt í hjartaðinu sem Drottinn vill bara uppfylla. En þú er alltaf að gera hans vilja fyrst. Og þetta er viskan og þetta er lærdómurinn sem að Drottinn er með handa okkur á hverjum degi og vill að við ígrundum daglega því að þetta er staðan. Hann fyrst, ríki hans og réttlæti fyrst og þá mun hann veita okkur það sem að hjarta þráir að auki. Hann fyrst. Þannig að sjáum að þetta er ekkert flókið mál. En kannski svona erfið að eiga við þetta vegna þess að hugurinn okkar er stöðugt að vinna og kannski sjaldnast guðlega þó hann detti þar inn alltaf annað slagið. Þannig að þetta er svona tamningin sem er í gangi hvað okkur mennina varðar. Já, það er tamning í gangi. Hver temur? Drottinn. Hann er temjarinn þarna. Og það sem hann er að gera er alltaf eitthvað sem verður okkur til góðs og er eitthvað rétt og við sjáum að okkur líður vel undir þessari kennslu og þegar verkin byrja þá sjáum við að þau eru alveg sérsniðin fyrir einstakling, hvort sem hann er ég eða þú. Þannig vinnur Guð. Hann á við einstakling og tekur hvern sem hann vill sjálfur af einstaklingum og vinnur persónulega með hvern og einn. Og þetta kemur fram í því að þú þekkir Drottinn persónulega og þetta segjum við sem eigum Kristi hjart okkar og höfum, ég tala nú ekki það, starfa með honum í áratugi. Það var vegna þess að við leyfðum honum að vera það sem hann er í Jesú nafni, við dóum heiminum. Af hverju? Allir við höfum bara ekki átt okkur á því að hitt var bara miklu þægilegra líf og miklu einfaldara líf og betra líf því að Guðs vegurinn er bara kominn. Okkur ekki að notfæra sér hann í öllu sínum veldi og öllu sínum krafti. Okkur er boðið það. En ég þarf að taka ákvörðun þetta og þess vegna þarf ég að byggja upp trúna mína sem að staðfestir þetta fyrir mér á hverjum degi. Við getum byggt trúna okkur upp með þeim hætti að hún staðfestir allt þetta og þú ljáir ekki máls og öðru heldur en bara gera það sem Drottinn er að bjóða. Hvað býður þér í dag? Ég veit það ekki, hann bauð mér að gera þennan þátt í dag og ég er hérna til að gera það og ég raun og vera að gera vilja Guðs. Þannig getum við svona agað okkur upp í verkin og þegar við ögum okkur guðlegum aga þá er það alltaf gott. Þá er það alltaf svona það sem hentar best einstaklingi. Og svo fyrir utan það að þá verður þessi þægilegi ilmur Guðs. Því hann er ekkert að djóka neitt að grínast þegar hann setti í þetta embætti eða mikið mitt með embætti. Nei, hann ætlast til þess og það ég séð og það ég reynt að þessi vegferð eigi sér langan aldur. Og þess vegna og meðan maður tórir og heldur heilsu þá ætlast hann til þess að þessu sé synd. Þannig er Guð. Þannig að við erum ekkert að fara neitt. Og hvert ættu við að fara eins og Pétur sagði, þú hefur orðið í lífslýs og þetta eru orð sem að gilda bara hér og nú. Og þetta eru orð sem að við megum alveg taka okkur í munn því að þetta er sannleikur sjálfur. Hvert eigum við að fara? Já, hvert eigum við að fara? Segðu mig það. Já, ég hef ekki svarið. En ég veit hins vegar að mér er velkomið að vera áfram hjá Guði og ég segi já, ég ætla að þykja það. Það hefur verið minn besta ákvörðun til þess og ykkur að segja þá er þetta enn mín farsæla og góða ákvörðun sem ég tek og vel að taka og meira vel að lifa því lífi sem að Drottinn hefur boðið mér að lifa. Mjög heilbrigt líf og gott líf og allt saman það. En segir ekki neitt það að þetta sem manneskja þarf maður að berjast í ýmislegt og með sína eigin hugsanir svona fólk. Það langt á síðan ég sá það að það breytist aldrei neitt. Þannig að þú heldur áfram að vera eins og ég bara konni gamlur Hafnarfirði. En munur sá og vara núna þjónar hann Guði, annar munur ekki. En þessi hefur lagt rækt og trúna við þetta verkefni og Drottinn hefur staðið með honum og staðfest
þetta verkefni hans í mér, já, á hverjum degi og ég er mjög þakkláttur fyrir það. En við segjum þetta gott og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram.